Já, góða kvöldið, kæru landsmenn. Við erum mæstir hérna í leik Venus Botafjól á móti AH Esports. Það er leikur í Seeder bracketinu og sigurvegari þessarar viðuregnar mun enda í upper bracket og aflið þetta niður í lower. Bönnin og pickin eru komin. AH Esports eru first pick og þeir picka hérna Jack-heroinn. Vignir er náttúrulega frábært Jack-hero spilari og þetta er mjög sterk hetja eins og er. AH Esports bannaði þetta Tinker, Dazzle, Warlock og Abaddon. Og Venus taka út Phoenix, Agent, Apparition, Magnus og Dragon Knight. Og einnig Viper, AH Esports banna hérna Silencer. Ok, þeir taka bara, vá, Ursu strax, ok. Já, ekki offlane, þannig að já, ok, taka Ursu strax. Þetta er held ég væntanlega Moislu Bjarka Brúmaster. Og að öllu líkindum Sölvi á þessari Ursu. Vector er
að spila fyrir Venus. Frikki í fríi í kvöld, eða fríi, hann er að vinna. Og mér skilst að Robert Consequence ætli á offlaneið. Já, AH Esports taka hérna Disruptorinn. Ég held að þetta gæti verið besta hetjan hjá Doomsday og þannig að já, AH Esports strax komni með 2 góða og sterka supporta hérna. Jackrowin getur allan að hjálpað Hilmi mikið á leininu og Disruptorinn er kannski betri seinna í leiknum. Ég vil líka að Disruptor er bara almennt fínn á móti úttunni. Og þeir grípa hérna Axin, ok, þeir pikka Ax inn í Úrsur hendar, sem er mágalið. Þetta er mjög slæmt matchup fyrir Ax. En þetta hlýtur þá að vera bara eitthvað comfort. Magnusinn var náttúrulega bannaður. En já, þetta er áhugavert að í Axi núna samt inn í Úrsuna, frekar en bara, já, einhver aðra hetju. En allt í góðu, hlýtur að vera komfort og það er oft betra að spila bara komfort frekar en reyna að spila einhverja hetju sem maður spilar ekkert mikið bara upp á eitthvað matchup, theoretískt matchup. Já, núna mann ég ekki alveg hvað hetju Robert spilar á offlane. Ég veit af allan að það er allan Underlord. Hann spilar örugglega flestar. Það er Tidy á. Kannski Enigma. Já, Nightstalker. Ok, taka Nightstalker. Og Lion. Þetta er Vector Lion. Ok, það er stór hættulegt. Þeir eru með mikið af full target hetjum í Venus. Mikið lockdown, mikið burst, gott vision og brúmasterinn kannski hjálpa við eitthvað svona teamfight. Þannig að já, þetta er vantilega Lion Ursa lane á móti Ax Disruptor. Og ég held að Lionin og Ursan sjáu bara ágætlega vel það. AH Esports eiga hérna 1 pick og síðan fáum við næstu bönnin og já, það er Zeus, ok, það er bara fínt. Þannig náttúrulega myndi ekki fá að sjá matchupi, þannig að það er svo sem það pikka bara hetju sem að á þannig sé alltaf fínt lane. Þeir myndu kannski, já, þeir banna Arkward en það er gott bann og síðan kannski eitthvað eins og Kungu eða eitthvað væri ábyggilega fínt líka. Kunga eða Invoker. Venus bannar hérna Lifestealer. Hilmir árendar nokkuð pick inni hérna, þetta gæti verið bara fínt. Já, takk út með dúsina, já, ok. Þannig fer hann í eitthvað eins og Terrorblade eða Chaos Knight. Ég held að hann spili ekki Nöku, en annars væri þetta mjög góður nagaleikur. Hetja sem maður fær ekki að sjá oft í dag því miður. En já, núna fer draftið bara að fara að klárast með þessu síðasta banni. Það er Kottul, ok. Og hvað var Hilmir að spila í þessum fyrsta leik? Já, náttúrulega Dragonet er líka bannaður. Þeir eiga nú alveg góðan reserve tíma hérna ennþá og Venus reyndar líka. En já, Luna gæti kannski... Nei, ég held að Luna verði svo sem bara étin að þessu. Ég veit ekki, kannski myndi hann bara fara í Terrorblade. Það er
og hérna King Faceless Void kannski, það er ekkert frábært með Lion Bloodseeker. Já, ég veit ekki alveg hvað pikka ná eftir sko. Jú, troll reyndar, hann á troll inni. Og svo troll hérna. Nei já, þeir taka Luna, ok, þeir tóku Luna. Það er Last Big Pudge hérna á Atla. En ok, Luna, svo sem ef hann kemst nógu langt inn í leikinn, þá getur það bara verið gott. Ég hef áhyggjur af þessum Axe. Zeus ætti að eiga allt í lagi lane svo lengi sem hann sé ekki hookaður. En já, annars er Venus er reyndar með Pudge, stunni gegnum BKB á þessa Lúnu og sen Ússana og jumpan líka. Sölvi hefur væntanlega gert heimavinna og búist við því að þeir ættu engin pick á móti Úrsu og hann væri búinn að banna Phoenixinn og Magnusinn. En já, mér finnst Venus eiginlega vera með betra draft. Þeim vantar reyndar aðeins upp á teamfightið og AH Esports eru með töluvert betra teamfight, þannig að ef að leikurinn fer nógu late game þá held ég að AH Esports ætti alveg séns. Þannig að þetta kannski ræðist mikið að því hvernig laneinn fara og hvað gerist eftir það. Þá hérna glæsilegan Lion hjá Vektori og glæsilegur Axe líka hjá honum Adam. Og að teknu lína, hann er með Night Drain Facetinn. Það eyður öllum peningum sínum í starting, þannig að hann ætla greinlega ekki að fá botulið strax á annarri mínútu. Bæði lið... Já, ok, AH Esports slipa allir saman hérna. Venus eru frekar splittaðir. Fullt af stöttum í búið fyrir þessa Lúnu. Áfram Ísland sammála því. Liðin skiptast hérna á... Þegar maður skiptast á Pleasant Trees hérna. 30 seconds to battle. Já, ég veit. Það er náttúrulega bara að reyna að spila mjög aggressiv á Úrsunni. Hrúar upp bútinn hérna, sér það að labba upp. Þeir eru ekki smókaðir. Þeir eru hvað að hugsa þetta. 10 players compete for ultimate. Það er krókur. Ó, nei. Ó, nei, hann borðaði líka fyrirfær og kastaði engum spell. Veitu. Ok. Já. Máttu alveg kasta nokkur spellum þarna, sko. En... Bounty-rún, ok, þeir fengu allan að 2 bounty-rún fyrir, en... Já, þeir... Veitu, ha? Já, ok, Adam fekk first blood. Holy shit, ok, ég tók ekki eftir því. Vá, þeir voru alltaf mikið eitthvað... Reyna... að spara þetta... Gefa last blood, nei, first blood á... Ég veit ekki hvað það vildi gefa, Robert eða Pudging kannski. Ok, þannig að þetta byrja bara ekkert hræðilega fyrir þessa heimsku menn. Það er þá bantur hún hér, eða mappið bara just.
Já. Sölvi aðeins búinn að taka smá skaða hérna en hann er með Dick og Tangos. Dave. Fær hann einhverju púli hérna, ég held ekki, næði því miður. Það kemur stöðun hjá Vektori. Krónir. Já. Vestikórnir. Eiga fínt nema kannski Sútin og Lúnan. Við erum reyndar alveg að taka inn skaði þarna, sko. Þetta er mikið harass frá þeim. Það með eitthvað á leiðinni. Hann er ekki með neitt region á leiðinni heldur. Hann fær hérna smá frá Vektori. Hann er mjög low, sko. Er hann... Nei, hann er ekki dauður held ég. En Vektor... Hvað þeir eru tæpir hérna maður. Ok, Adam veit nákvæmlega hvað hann er að gera með þessu Axe-picki greinlega, sko. Kaupir sér boots líka, vel gert. Fokk, mista þessu. Þetta hefur væntanlega verið krókur inn í Rot Hill. En ok, þannig að miðjan byrjaði að vera mjög punch-favored, þannig líka með hellingalastud komið kill. Robert hristir þetta harass bara af sér. Já, ok, býta, hann fór í Ice Path level 2. Vá. Nei, býtu, var annað krókur. Eða hvað, býtu? Nei, það var að berjast. Holy fuck, ég held að allir myndi bara drepa hann, sko. Minn góður. Ok, Axel er að eiga mjög góðan leik, sko, sérstaklega á móti úrsinu að ég var ekki að búast við því, sko. Vignir hjálpar hérna aðeins Roldó, býtu, hvað er að gerast hérna? Hann á ekki krók. Ok, Susan er aðeins að ná að catch up allana. Gott. Við erum þar dætt í level 6 sko á alla. Getur verið hættulegt. Já, hann er komið level 6 með þess að. Ég er búinn að vera að húkka þessi creep. Nei, hann bara... Hann er að dæfa, vissi krókin, ok. Jesus maður. Moisla og Vignir verðast hérna. Þarf hann ekki að taka skillpoint í þessu eða hvað er að gerast? Núna er hann aðeins alveg með frá sér en Axel er ennþá bara feskur samt. Stakkar er búði, ekki. Já, ég held að hann næri bara ekki að harassa nógu mikið ef hann tekur ekki. Byrju, hann er samt að mögulega drepa Moislu og mun falla en ok, Luna fær kill og solo XP, það er mjög sterkt. Tippi kemur út, það er Ríkentop sem að allir mun fá hérna. Hérna krókin, þess að augra.
Sölvi aftur ógeðslega low. Byrju glimpse. Nei, ekki glimpse í búði. Byrju hann sá hana ekki. Dave. Hann hendur út vegg. Vektor fellur. Adam er samt mjög low. En Sölvi dauði líka double kill á Doomsday. Og Moisla er ekki nógu fljótur til að ná actionum. Hann er með Facebook. Jesus Christ, ok, það er svaka action þarna. En AH Esports hafa betur eins og ég er. Bara mjög jafnt gullinu. Pudgeon er samt efstur og gæti orðið eitthvað vandamál. Hann er að fara í Facebook. Adam, þetta er hættulegt. Já, hann fellur hérna, þeir eru 3. Moisla er mjög tanky, hann er með sko 1000 HP. Prince hendur út einum galdri en fellur síðan. Rúnan getur núna aðeins fara að farma hraðar. Hósandi í sko 3 í beamið, þannig að hann er ekki alveg að hljóta forma og vanalega. Held ég allavega. Ég veit ekkert eiginlega hvernig þessi nýja Luna er spiluð sko. Mitt. Næri ekki glimpsinu. Eins. Býtu þeir að góa axinn. Já, hann tekur svo mikið skaða núna sko. Já, ok, þeir náðu honum. Ha? Hann últaði og deyr. Ok, ég þarf að sjá þetta að Robert deyja sko. Það var frábært últ. Ok, vel spilað hjá AH Esports. Doomsday hérna aðeins að teikna á mappið með einhverju veggjum. Það er boði ef að eitthvað gerast. Það er enda komið level 6 á Sölva. Adam smóka sig í leini. Vill eiga TP til að geta hjálpa liðinu sinni ef hann þarf þess. Ég er að gera þessi líklegan í átturinu. Ok, þeir vilja drepa Luna en Hilmir finnur þetta á sér. Hann er búinn að bakka. Það eru 5 hetjur hérna hjá Venus. Að var að taka watchið, hann mun sjá Pudgeon. Krókurinn hittir rétt svo ekki. Finnur þetta á sér. Vel spilað hjá Hilmir maður. Það þarf að pússa þessu út allan sko. Það eru 5 hetjur að sína sér. Ná, ok, þeir eru ennþá smókaðir hérna, en já, þeir ná toppturnunum á Venus hérna. Það eru byrjar að koma einhverju stakkar hérna. Húnan verður ánað með það. Þeir eru ennþá eitthvað að leita þessari Lúnu hérna. Þeir munu ekki finna hana. Já, Adam tipja topp og þeir voru náðu eitthvað aðeins að harra svona. Það er Nightstalker ult í boði. Fá midturnin hérna. Þeir eru bara svo ógeðslega tanki. Ég veit ekki hvort það alltaf heimskir AH Esports geti eitthvað fæta, en ég menna það er ekkert ult á Moisla eins og er. Komið ult á Doomsday. Jaggerinn er hér vel reynir að finna smá XP. Þeir eru að mæta hérna í bak eitthvað. Krókurinn hittar á Doomsday. En já, hann bara chase þannig og fellur. Betra hann en
en Axin allan á, þú veist ef ég er fokkin brjálaður í það sem var rætt nei. Já, Róbert allan að er með flest lastitinn hérna vel spilað hjá honum og efstur í networthinu. Þeir eru náttúrulega báðir með meira night vision sko. Hann beitar hérna TP hjá Dave allan að getur ekki glimpsað hann tilbaka. Hann er ennþá bara með einn í glimpsinu mitt. Það er Rose. Já, þeir ætla bara að ná Rose fyrir úsuna. Og AH Esports vita ekki af þessu sýnist mér. Og þeir skanna hér líka, þeir viti ekki að ég sé Rose. Holy shit. Og Atli grípur Aegis inn, flott. Hann er Sölvi brjálaður sko, hann er að fara að droppa items. Já, hann kaupir sem mætas á Nightfalker, ok. Ég ætla að taka út Axinni á býtu. Það er gott disruptor ult hérna, það er ná moistinu, hann er ekki að ulta. Krókurinn og Fresh Prince. Og fingurinn frá fucking Lion. Það er ok. 3 fyrir 1 hérna. Ok, meiri tími fyrir Luna. Missa samt turnin. Adam TPR inn. Nei. Þú döður aftur eða? Nei. Þú bara stelur vistuminu hérna. Já, 2 vistum fyrir Venus. Nei. Býtu, hann er innviss. Hann veit ekki hvort hann fór. Ok. Ísa sko. Og með blink á pudgeinn sko. Já. Að fá blinkinn á Axe. Það er aðeins meira farm. Það teiknaði hérna frábæra mynd á mappi sem ég veit ekkert hvað þýðir. Hjarta og hringur. Það er ennþá verið að leita Lúnu en hann finnur þetta á sér. Nei, það kemst ekki burt. 4 hetjur, já, þetta sko. Það er líka bara engi vortar hérna til að venda Lúnuna sko. Þau verður einhvern veginn að koma upp einhverju visioni sko. Þegar Hilmi líka bara að fara færa sig yfir í þrýrninginn og Axin eitthvað annað að farma. Þeir eru með vision hérna, góðu vort frá Vextori. Kemst út á Rondo. Jesus maður. En Dave, kannski aðeins skilnægt. Ok, flottu veggur. Frábær veggur hjá Dave. Sjálfi eftir tjekkir og veit ekkert hvað það fór fyrir Lotusin í staðinn. Hvert? Hann sér hann ekki með nóg mikið Division.
Á, sko. Ok, Adam fer að detta í blinkinn. Bara eftir... Já. Atli að dæfa hérna. Hendur út í Disruptor últuna en ég veit bara ekki hvort það sé nóg. Eða hvað það er nóg. Kannski. Aðeins meira. Súsult, súsult. 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 Hvað er ég að horfa á? Hann er með Aegis en samt. Æ, ok. Hvernig fokkar hann deyr hann? Jesus, ég skilja ekkert hvað er að gerast í þessu leik. En núna held ég að hann sé... What the fuck, þetta var eitthvað... á sinn eitthvað í möddunni, sko. Frábært TP samt velspila hjá Arni. Veit ég líka okkur hann var að nota báða spiluna alveg strax, sko. Þú veist, á búinn að nota hoppi og rotti slóa svo útlæð mikið, Ég er að fara í Dagon og Pudgeon. Flott. Verður þægilega fyrir Lúna að spila þegar hann er komið matta og getur hann allan að cutta waves og svona með illunum. En þeir eru að gera sér líklega nýjum fight hérna. Býtu. Icefog hoppar inn, lappar inn bara. Þeir ná Icefog. Ná Vektor líka. Frábærlega gert. 2 fyrir engan hérna. Nær hann? Nei, hann er ekki kólan. Ok. Vel spilað. Fá 2 kill hérna. Mjög mikið gull og XP. Og ætla að grípa turnin. Þeir eru samt að passa sig. Það er stuttur respawn timer og það eru öll ult í boði fyrir Venus. Ná turninum. Og já, ætli Tormentor. Ok, vel spilað. En veitu, þetta eru samt... Já, ætla er Tormentor. Það er ekki Tormentor. Hver tók Tormentor? Hver tók Tormentor og hvenær? Ég mistaði allan þegar ég tók Tormentor. What the fuck? Ja. Þetta er leikur 1, Patti. Leikur 1. Við erum komin axina á súsinn. Og það bætir meira vissinu og meira teamfight fyrir á. Frábært axkól. Og Ússan er dauð. Pudgeon er langt uppi. Hann er að ná að heala aðeins tilbaka. En ég held að hann muni falla. Ok, axin er fallinn samt. Shit. Hilmir últar hérna. Og Ísla er komin inn en hleypur strax út. Ok, 2 fyrir 2. Og meira gull fyrir AH Esports. Það nær glimpsinu, vel gert. Byrjuði hann, krókurinn! Rétt svo hittir ekki. Og með Dagon hérna líka á Pudgeon. Þess maður. Þannig Yasha á Robert. Hvaða build er þetta? Átt hann svona lélegt lane eða? What the fuck? Bara með eitthvað fighting build eða eitthvað. Já, vá. Kól á Moislu. Ok, Moisla fellur en líka súsinn. Og Doomstave. Adam getur blinka burt. Nice.
líka yfir hillið. Staðan á lúnni komum minn vanta allavega. Það næra farmaði mitt, þessi veif er mikilvægt fyrir hann. Ég bér burt þannig að þeir vilja ekki taka hennan fight. Robert er efstur í networthi. Cheats enabled, já það er cheats enabled, hann er með svona skript, hann gefur sér alltaf bara 5 gull á nokkra sekúndna fresti, sko. Hann skrifaði líka item Hand of Midas á hann. Krókurinn nærvigni. Hvernig viss hann? Var hann að dívorta eða? Hann var bara að taka sentries. Jesus. Já, ég veit ekki á hverju Sölvi fór ekki í Battle Fury samt. Kannski vill hann bara eitthvað reyna að taka þetta á tempo og eitthvað. Bíddu, ná inn í sig. Hann bjargar. Moisla er á góðum stað samt. Holy damage. Dave döður, en hann hendur öllum spelunum út. Skiptir ekki það miklu máli. Missa krókinn. Blinkar inn. Þeir reyna að halda Lúna á lífi, en þeir náðu því ekki. Þeir munu fá Moisluna allan að vonandi, nei. Hún fellur líka. Vignir. Ok, allir er búin að hitta held í einum króki í þessum leik. Eða 2. Það var á mínútu 2 og á Jakirón hérna. Jesus, sko. Allt er góð, hann er með Dagon. En já, 12k lít á Venus, maður hefur nú alveg séð svartara. Vont að Lúnan dó hérna. En ef að Ahu Esports ná að halda út í 10 mínútur í viðbót, þá gæti Lúnan alveg orðin frekar ógnvekjandi. Og frábært build hérna á Moislu. Soulring Talisman. Það er Anna Rose. Flott, Robert finnur hérna Jakiro. Já, það er Blink Disruptor. Þetta er ekki á wardinu mér. Eftir þetta. Please checka á ward. Já, núna fær Sölvi Aegisinn. Hann ætlar ekki að droppa itemanum sínum aftur. Já, þeir eru með ward, bæðilegir með ward hérna. Lúnan, hann lappar inn í smóki. Hann er með manta. En það er engin nálega til að hjálpa honum. Axin, geggja kól! Snýr sig við og últar. Geggja kól, en byrju, næstalkar, nei, hann hoppar aftur inn. Andskotinn. Og Moisla lifir af. Ná Roberti.
Og Moislu vondi. Zakir últi fyrir út. Það er samt. Það hefði mátt fara með. Hann er að blinka. Þeir ná Moislu. Jesus Christ sko, ok. 2400 gull fyrir Venus, AH Esports og fullt af XP. Jesus Christ sko. Djöfull að tæfta Axin lifiði maður. Ok, frábærlega að spila hjá Adam samt að reyna að bjarga lúnu og breyta allavega þessu gangi í 2 def á Venus. Við forst að fá Zeus gott ætið móti næstrokkar, svona vonandi aðeins meira á lífi. Já, einmitt, komin blink, næstu í BKB hérna á Robert. Axkollið missar. Það er að með þetta bara hægri klikkinu sinu eða eitthvað, bara alltaf þegar hann reynir að lappa þá gerur hann þetta bara off cooldown. Hann er að fara í BKB líka pöts. Við komum það með ógi af Doomstave. Allir í BKB. Komið Radiance á Moislu. Bot. Og hann er kólaður. En hann er að fá ult, Doomstave ultið. Ok, þeir ná honum. Þetta er mikið gull. Þeir, þú veist, lítið er bara að minnka, bara búið að minnka síðustu 4 mínúturnar. Núna hann er bráðum að detta í BKB og síðan þegar hún fær Hurricane Pike, það er virkilega sterkt. Vector stilur hérna Wisdominu. Já, Robert. Nei, Sölvi fyrir Tormentor. Please, deyja. Come on, sko. Ég er að djúka. Hvað verður fyndið hann að dáið maður. Það var hann ekki sentriðin. Það var. Og við vortina frá Vektori. Já, bara frábær vortina frá Vektor. Yes. Robert, bara í nölvæðir. Adam er líka stutt frá BKB, ok. Þeir eru skannaðir út hérna, en hann er akkurat að klára að farma þetta og að bakka. Vel spil, góð staðsending líka hjá Adam að vera tilbúin að hjálpa honum ef það er hoppa á hann. Sendir Pudge Illuði hérna út, er eitthvað að pinga. Ok, distrunnin út. Húkinn að Adam fellur. Ok, þennan húk hittir hann sko. Og það er teiknaða línur. Áfram. Moisla er brjálaður sko. Moisla vill bara enda og fara í næsta. Og með Radiance sitt þá er hann sáttur. Ok, forsar út BKB-ið. Og það er tvöfaldi forstaf á hann. Hrókurinn hittir ekki. Þeir eru eitthvað fast hérna. Robert er að últa út. Hittu Luna. Passaðu aðeins. Ok. Forsa út últið. Það er næstarkar en nota Jakir últi fyrir það. Þeir eru ekki með Disruptor últi í 45. Hrókurinn hittir að sjálfsögðu ekki.
Axkóli á pötsinn. Það er engin creep fyrir hann að Dagona. Hann á BKB samt, á BKB-ar og Dagonar. En Luna nátti líka BKB. Hann er mjög low á pöts. Ok, það er allt að vera notað en enginn er að deyja. Ég er að sýpa. Radiant's top tower is under attack. Já, Moisla splitta bara og ætlar að lemja turnin. Ó, nice. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's top tower is under Ok, gerði mjög lítið damage við turnin á þarna. Þeir eru bara að venda þetta. Það er erfitt að fara highground á móti þessu liði. Byttu, hann hoppar inn! Krókurinn á Dave, hann næri samt að henda út úr þinni sinni allana. En hann hoppaði inn. Gott axkól. Dire's Ó, þetta var svo dýrt. Þeir voru að gera góða hluti, sko, en þetta var ansi dýrt, sko, að missa tvo svona. Byttu við Moisla, er að fýta, ok. Robert aft komið BKB og er farin inn. Ekki X-Call. Luna ultið. Robert. Lifir hann. Ó, hann lifir. En þeir ná úsu. Já, ok, maður sjá. Radiant's top tower is under attack. Já, það er eitthvað skrítið recap. Já, ok. Já, dísa sko, þetta er... Ég meina, þetta er fínt fyrir AH Esports. Bara því lengri sem leikurinn er, því betra fyrir Lúnuna. Dire are scanning for enemies. Vector og Icefog eru hérna eitthvað. Icefog. Við sjá Lúnuna fara inn, en það eru fleiri. Gott Axkól. Vector sleppur. Já, tippa hann mann. Dreng. Tippa hann dreng. Ok, þetta er alveg leikur. Ég meina, Súsin á mjög mikið inni ennþá. Lúnan er að fá sína itema, skilur við. Það er mjög erfitt að fara highground á móti Jakiro, Sús, Disruptor, Axe, Lúnu, skilur við. Þetta er bara allt, þetta er bara 5 hitur sem er erfitt að fara highground á móti. Þeir þurfa kannski bara, ef að Lúna myndi smóka út, þeir ætla að reyna að fá kill. Hann var að sína sér bot, þannig að þeir næra splittinu, hann nær splittinu. Double force staff, ok, kemstu út. En það gerir Moisla líka. Hann nær axil turninum, ok. En núna, þetta annað Disruptor ult. Það var ekki nauðsynlegt held ég. Þetta er Herald spellcasting í gangi hérna. Og þeir baka, ok. Hann er reyndar frekar nálægt Axe, sko. Já, hann er mjög nálægt Axe, sko. Strax tekið. Hún er bara hægt og rólega að vera farmaður. Hún er, Rúbert er reyndar bila farmaður, sko, með Nullifær. Rúbert er eini sem er actually að eiga eitthvað mjög góðan leik hérna hjá Venus.
og Sölvi nær að vera hraðar en Atli að klikka og tekur Aegis sinn. Lúnan Dott BKB Glimsi Glims Úrsan hoppar inn. Holy damage maður. Þeir eru eitthvað að pinga þetta en það ná BKB. Lúna ná ekki BKB, Róbert fer inn. Það er enginn að deyja. Axi núna hann borðar cheesy. Það er ennþá lifandi á Adam. Háðu BKB-num maður. Draga Moislu inn. Moisla er komin langt inn. Þessum krók hittir hann sko. Það er bara glipsið. Moisla er eitthvað í möttuna. Hann er þess að svo ógeðst að tangja. Hann á annað glimmer hérna. Þakkið. Nei, krókurinn. Adam fellur hérna. Þetta hvað er... Já, ha. Hver er refreshið? Sölvi. Róbert. Róbert, I guess. Ok, fyrsta raxið er að falla hérna. Þeir gliffa aftur samt. Vektor, ok. Drepa vektorinn allavega. Og Róbert BKB-ar af sig glimpsið. Alltaf samt að reyna að elda hann en kemst út. Holy Jesus. Eins og Bergur segir sko, Jesus Pétur. Þetta gæti alveg verið leikur sko. Já. Ég meina ég sagði fyrir 13 mínútum, ef það ná að halda í 10 mínútur þá gæti þetta alveg áfram verið leikur og þetta er það. Ég meina þeir munu ekki geta að díla við Butterfly í allavega 5-7 mínútur. Þú veist, hann fór í Abyssal sko. Það mun engi verið með MKB eða neitt hérna til að díla við þetta Butterfly sem er að fara að koma út. Byrju þeir eru að smóka. Það er reyna að finna Sölvi og Sölvi ásamt BKB sko. Góð vörd. Axkólið. Þeir ná að sprengja hann upp! Frábælega vel gert hjá AH Esports. Jesus Christ, geggjaði vörd líka hjá Doomsday og planta honum upp. Holy moly sko. Og sem drífa þessi út. Sem bara já, mjög skynsalegt líka sko. Fá bara killu og drífa þessi út sko. Ok, það er 500 kall í fucking BKB sko. Nei, Butterfly. Holy shit sko. Fuck sko. Já, Bergur, þú þarft eiginlega að koma að kasta með mér sko. Þú getur ekki verið bara áhorfandi. Þetta er að fara að verða klukktíma leikur sko. Ég þarf eitthvað með mér. Ég verð á að reyna Discordinu. Ok, item check. Úrsa er með Abyssal BKB Blink. Róbert er með Nullifier Sni, Blink BKB, Midas, Face Boots. Hutchin er með Dagon 3, BKB Blink, er að fara í Axe. Brúin, Radiance, Blade Mail, Glimmer, Pípa og er alveg mjög taggy og gerir helling fyrir liði núna. Lionin er með Drums, Aetherlands, Link. Ok, komin Axe líka á David, það er byrjað hérna á
Ég veit ekki eins og hvað er að gera sérna lengur. Disruptor þeir koma aðeins og seint. Þeir ná allir BKB-a og svellanum sinum út. Ok, Vector grípur Dave og tveggja manna stönn. Lúnan er skilin eftir ein. Nei! Það er ekki fætinn sko. Þau þurfa að byrja á Disruptor Axinu sko. Æjæjæj. Og just like that er þetta búið. Fokk maður. Ok, býtu. Það er one more fight to be taken sko. Ok, kannski ekki. RIP. Fokk maður. Þetta var svo promising leikur og núna er þetta allt. Dave klipsar til að deyja aftur. Nei í chati. Ok, forstaffa hvort öðrum hérna. Moisla er ennþá standandi hérna. Hvað er að gerast? Æjæjæj. Ok, 1v9. Hilmir. Go. Núna er tíminn sko. Hann er bara kætaður samt. Fokk maður. Hólið, hittir engan. Vector deyr ekki einu sinni. Ok, Hilmir kemst út, Axin líka. Nei, krókurinn! Vekkaðu krókur. Hann er að reyna að komast í beysið. Hann kemst ekki. Í maður. Jæja. Hvað kallar þetta? GG well played, ok. Alvöru leikur samt. Vel spilar hjá báðum liðum. Og AH Esports sína hérna að þeir geta alveg staðið í þeim. Ég ætla þá að henda upp bara nýju lobbyi og setja smá pásu og ég ykkur smá.
Já, velkomin aftur í leik 2 milli AH Esports og Venus.bodyfuel. Í þetta skipti er Venus first pick, AH Esports eru Radiant, Venus instabönnuðu hana Disruptor frá Doomstave og pickuðu Jakiro. AH Esports þeir gripu í staðinn Rubikinn. Og núna veit ég ekki alveg. Ég held að þetta sé mid Rubik á Rondo. Myndi ég giska. Svipubönn hjá AH Esports nema þeir banna núna klukkuna í staðinn fyrir... Ég alveg viss í staðinn fyrir hvern. En já, þeir taka síðan AA-in hérna. Þannig að við fáum að sjá Doomstave AA. Let's go. Annars svipubönn hjá Venus.bodyfuel, þeir eru augljóslega að banna ekki AA-in. Já, halló. 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 Þannig að ég skal skýrna fyrir þig. Það er aðalega fyrir Róbert þegar hann horfir á vodið, sko, eftir á. Ok. Veitu hvað er í beinni núna? Þú ert í beinni. Er ég í beinni? Þú ert í beinni. Já. Já, takk fyrir að hafa mér, Hannar, takk fyrir að hafa mér. Þetta við erum einmitt að líta á æsispennandi leikina Venus.bodyfuel á móti AH Esports. Mikið rétt. Mikil umræða fyrir leikinn var hvort að Konsekvensi myndi láta sjá sig eftir eftir það sem hann gerði seinast. Er eiginlega orðið bara lögreglumál núna, við skulum ekki vera að minnast á meira við. Já, rímar það ekki við Bonds? Jú. Eða Skons? Ég er svolítið sem að segja mikið núna. Já. Róbert. En já. Hann gerir líka mikið af hlut sem kallast ríma við Hounds. Hann ætlaði að Houndsa eitthvað. Já. Já, hvað finnst þér þessa kalla sem að þú sérði hérna á skjánum? Mér finnst mjög skrítið að sjá 5 einhver rosa stór skrýmsli sem bara ein venjuleg kona, hvað hún er að gera. Hver er að velja þessa? Já, sko, konan er með brjóst, sko, þú sér það. Ná, hann með staf líka. Staf, maður svo, ég get sýnt þig kannski close-up, maður svo. Þetta er hún, sko. Ok, 17 pluss 2,2 strength. Þetta er maður svo. Ertu með eitthvað skinn? Hvað kostar þetta skinn? 5.000 krónur eða eitthvað? Er það? Vá. Og færð hund líka á móti þessum skepnum. Já, þetta er doppa, sko. 35 dalir! Ég á þetta ekki. Ég er bara með eitthvað plebba-dót. Ég spila ekki þessa gælu, sko. Tja. 35 fucking dalir. Þessi er geggjusamt, sko. Þessi er miklu uppáldi. Fáðu þið eitthvað commission? Eitthvað kaupið skinn? Já, ég á Valve. Ég fæ commission. Herru, aftur á leiknum. Já. Ég veit ekki alveg hvað kall Róbert er að fara að spila, sko. Ok. Ég held að Róbert sé að spila
Þannig hérna sem maður lítur út eins og sé með svona... Hvernig myndirðu lýsa þessum kall hérna, Faceless Void? Og fyrsta sem maður tekur eftir kannski, hann heitir Faceless, sko. Já, það hjálpar. Hann virðist ekki vera með augu eða eyru eða nef, en hann er með munn. Já, ég myndi lýsa honum... Þessi hérna, hvað með Pudge? Finnst þér hann ekki vera smá líkur? Hverju finnst þér hann vera líkur, bara? Pudge? Já. Smá eins og Moisla. Þetta er veikt, sko. Já, mér finnst það nefnilega að vera smá líkur gæja sem rýma við Henedikt. Já. Líka það. Heyrir Moisla í mér eða hvað? Nei, Moisla er að spila, sko. Hann mun náttúrulega heyri í þér, kannski ef hann horfir á replayið, sko, á streaminu. Já, ekkert fyrir að segja hann að gera það, maður. Hvað myndirðu giska að AH stendur fyrir? Þeir heita sem sagt AH eSports. Mér langar að segja eitthvað en ég veit ekki hvort ég með það. Segðu það bara, við erum ekki í sjónvarpinu núna, sko. Arnar Ákun. Gott gisk. Asshole örugglega. Nei, það stendur reynda fyrir sko Allt of Heimskir eSports. Mér finnst eiginlega Lavand og Benni, ættu þeir ekki að búa til þetta lið í Rocket eða? Jú, þetta væri geggjað transfer fyrir þá. Það er fyrir eitthvað lýsandi, sko. En ok, Tusk er pikkarinn, hvað finnst þér þetta last pick eða? Ég held að Moisla sé nefnilega að fara að spila Tusk, sko. Já, hann smá eins og svona manneski sem fæddist með svona galla í bakinu eða eitthvað, svo hvernig það stendur. Já, hann er með svona beygða hryggsúlu eða eitthvað. Já, svona alveg vel beygða eitthvað. Já, rófubeini hans er einhvern veginn í sömu lofthæð og hnén hans. Nei, býtu, Moisla er ekki að spila Tuskinn, sko. En ok, lifesteal er tekinn, séu þessi er flottur, sko. Lifestealerinn, sko. Býtu, ég skal sýna close-up á honum. Offline mode, okkur er í offline mode. Hvað finnst þér þennan kall hér? Þessi minnir mann nú smá á Lavand að skrifa til trausta, sko. Já, það er svona... Já, þegar svona græddan tekur yfir og sé alveg svona... Ég kom þér heim á klúbnum í... klúbnum í Kalmar, sko. Það er líka tungun hans, hann er með svakalega tungu, sko. Já, gerir stundum þegar græddan tekur yfir. Já, ég veit alltaf það. Hvað finnst þér þetta samt? Viper er bannaður, sko. Bönnuðu heimsku mönnunum að pikka Viper. Það er einhver Viper main. Veitu, Robert er að spila þennan hérna, Nature's Prophet. Þetta er svona trékall og hann er svona breytt trjám í lifandi trékall sem hann lappar svona end. Það er gott. Já, þessi trékallin er frekar góður núna, sko, í Dota. Hörru, já, líka allir kallarnir breyta, sko, það er allir með sitt eigið skinn, þannig að þú sér, þú veist. Ég var að horfa bara á 100.000 krónur á skjánum hann eða eitthvað. Þetta var svona minnstalega 100.000 kall, sko. Oh my god. Ok, núna fyrir leikurinn að byrja, sko. Séu, hérna, Faceless Void breytist, hann er núna með einhverja svona tentacles hérna. Það er þetta líka eitthvað lava move. Ó, leikurinn er hafinn! Ok, hérna þetta er Robert, sko. Here we go! Þetta er Robert. Hann með frábært skegg. Svona eins og Benni á degi 3 upp í bústað. Já. Og svo, þetta er sko kallinn sem hann getur búið til. Hann býr til svona gangandi tré einhvern veginn. Nó, maður. Hérna í bakgrunni, sjáu, þetta er Íslandsstrekinn, sko. Fire and Ice.
Bara, Tunglundum undur tippt Trummy, well played, já, Trummy. heyrðu, Trummy My Bummy að spila sko minnkall. Þetta minnkall sko sem Trummy My Bummy að spila. Spirit. Já, hann svona Kínakall frá Kína með eld. Just 30 seconds. Hver eðlilegastur hérna? Það ennþá, það kannski bara þessi, hún með tær sko. Það eru tærnar eða? Það var 20 skall í að Þessa tær, já. tær. Sko Vignir að spila þessa gellu sko, hann sjúkur maður sko. Herru, þá erum við bara komnir í leikinn. Róbert að berjast. Hvað, hann hlaupa í burtu maður? Já, hann þorir ekki í Róbert sko. Róbert nefnilega frekar góðu kall sko. Það ekki fyrsta skiti sem að ykkur hlaupur í burtu frá Róberti eftir hann var smá óþægilegur. Róbert setur hérna mynda doppu á vígvöllin. Er þetta bókstaflega mynda doppu? Þetta bókstaflega doppa sko. Oh my god. Þú sér sko, ef ég fer hérna hvernig Róbert heitir sko konsekvent stoppa í Dota. Getur séð það. Já, konsekvent stoppa sko. Hann er klan sem heitir Doppa líka. Já, hann er í klani sko, í Clash of Clans sem heitir Doppa. En já, þessi gæði hérna lifestealer sko, þessi á móti Róberti, hann að skríður hérna vígvöllin og reynir að éta andstæðinginn. Já, Róbert er tríi. Ætti ekki ykkur fær gæði að koma og pása bara. Já, það er eitthvað lag. Það er þetta pása sko. Já, kjaftaði. Já, lag. Róbert kvarta. Já, lag. Það er lag hérna. Já. Já. Vissirðu að það er leikmaður í liðinu Róbert sem að er 18? Býttu, það bara, má hann vera í kringum undir 18 fólk? Já, nú er ekki viss sko. Heyrðu, hann er líka með svona lúffur. Svona hanska. Þannig að það getur ekki fundið fingerprints. Boxhanska, já, það er ekki hægt að finna fingerprints sko. Líka með eitthvað rosalegan svona bláan, eða fjólubláan eitthvað tréstaf. Það heldur á. Og hann er með svona fiskaeyru einhvern veginn. Já, það var allt ógeðslegt við hann. Heilega sko. Það er líka, þetta er held ég eina mest svona hötuðustu hetjunum í Dota sko. Fólk hatar að spila móti sig. Út af Sérðu það núpa, hann Róberti? er með stick í backpack sko. Það er galið. Já, nú aðfattaði það. Já, fólk hatar þessi hetju bara út af Róberti sko. Allir í heiminum bara. Ég skil það alveg sko. Þessi gæði hérna sko, fastur að læra. Hann er að multitaska sko, hann er að spila og að læra á sama tíma. Þú er líka nerd. Já, hann er líka smá nerd þessi gæði sko. Já, sérst alveg smá Doomsday. Ég verði eiginlega bara að vera sammála en það er smá lag í gangi sko. Þetta sér maður ekki oft samt. Rúbik á móti Tusk mid, hvað finnst þér það? Þetta er ekki vinsælar hetjur á milli. Nei, þetta er búið að vera fyrir ykkur óvinnlegt hérna í byrjun. Margt skrítið að gerast, en hann er stöndinn að Battlefield, Ice Fog. Já. En hann næra að koma sér frá hættunni sem að er gott, en þessi Spirit segir að gefa hann smá truflingar, já. Já. Engin Tiny heldur í þessum leik. Engin Tiny til að hjálpa þeim, engin Tiny. Það er ekki gott fyrir AHI Sports, verð ég að segja. Nei. En það er bara hvernig þeir koma saman, hvernig þeir tjá sig, hvernig þeir vinna í þessum samskiptum sem að mun ákveða leiknum, finnst mér persónulega. Já, samskiptin eru mikilvæg í þessum leik, sko.
Já, Róbert aðeins að ströggla sko, þannig að Moislan að reyna að hjálpa honum sko. Hann búinn að draga creepin hérna fyrir aftan turnin sko. En á meðan sko Læstilegur sem að skrifur eftir jörðina, hann bara einn á bát líka sko. Það ekkert endilega, hann vill ekki gefa honum mikið pláss sko. Nei. Þeir eru... Gefa honum aðeins svo mikið pláss. Vilt ekki gefa svona mönnum mikið pláss. Þeir hafa of mikið svæði til að hugsa. Nei, Róbert kallaði hann að gæja apa sko. Ertu sammála því eða? Hvað gæja? Þetta er Læstilegur sko. Hann með hala sko, en það nóg til að vera api? Er það eina sem tekir apa? Róbert vill meina að hann sé api sko. Ég var meira að hugsa hundur eða eitthvað úlfur. Hound. Já, svona hound einmitt. Hann lítur reyndar alveg út eins og hound í svona hryllingsleik eða eitthvað. Bíddu. Nei, það enginn búinn að deyja eftir 4 mínútur sko. Það alveg smá ótrúlegt. Það ekkert oft sem að það gerist. Ég held einmitt að fyrsta leið til að ná að drepa muni smá ákveða leiknum. Þetta er smá... Hver að fara að gefa eitthvað fyrst sko? Einmitt, núna var sko Clarity Addict sem að spila Rubik, hann var núna öskra sko. Típi mitt sko, þá kom Doomsday sko. Það smá stress í mönnum. Já, þetta náttúrulega sko leikur upp á það hver fer í upper og hver fer í lower bracket sko. Já. Róbert vann sko, eða liðast Róbert, þeir unnu fyrsta leikinn sko. Þannig að AH Esports, ef þeir ætla að eiga eitthvað chance, þá þurfa þeir að vinna hennar leik. Þá 1-1 sko, þetta er best of 3. Þau þurfa að koma með smá bangin í byrjun en ekki búin að sjá mikið frá þeim nú. En Vektor Róbert mætir og drepur þunglundamund. Konsekvensi Drew First Blood, þetta, nei. Og síðan tekur, og hann að stela öllum farminu frá Trummy in my bummy sko. Oh my. En hann að TP bot. Til 3 kall. TP burt. Já. Laglega gert hjá honum konsekvensi. Ég glemdi að segja það líka, sko trekallinn sem Róbert að spila, hann getur tepið sko hvert sem á mappi bara þegar hann sýnist. Þess vegna hata fólk oft að spila mót honum sko, því að hann getur bara bætt hvar sem hvenær sem Wow. Það er svindl sko. Já, það er smá sickening sko. Hvernig fór fyrsti leikurinn með Vektor og Leona? Já, Vektor var alveg ónáður sem Leona sko. Það er náttúrulega einn af signature hitunum hann sko. Hann átti mjög gott mót. Já. Ég er sammálaður. Já, þú náttúrulega horfður á alla leikinn ekki, þú bara ekki mættur til mín voice. Þetta það verið að drepa Róbert. Róbert í klandri. Hann getur rútið, hann er rútið. Bittu, hann alveg að falla hérna. Það kasta bloodgrenade í hann. Róbert fallinn! Nær hann að gera ember. Nei, Róbert Fresh Prince drepur hann Róbert. Hásu og brjóstakonan drepur Róbert. Býtu, en Doomsday Dave og þeir stela visdominu frá Doomsday. Trummy in my bummy, gefur mig bummy moment á móti Doomsday. Trummy, mætti til að segja að Trummy hafi bjargað Róberti þannig. Já, bjargað leiknum sko. Þetta var ekki náðu vel gert hjá honum Róbert kominn, hann tepjar inn. Það verið að drepa Vektor sko, reiður. En Róbert kominn undir turn. Róbert stönd, Vektor dauður. Trummy in my bummy í möttinu, en núna Icefog mættur. Hann ætlar að berja tásukonuna. Róbert reynir að TP burt. Þeir cancela TP-in hans. Og Róbert að grífa og deyr aftur. Róbert. Á meðan fellur Doomsday. Og Icefog fær killið. Ég var með bett að Róbert myndi ekki deyja svona oft sko. Rókurinn? Nei, hitt ekki. Býtu, hvað gerist? Hvað að gerast? Hvað búið að hakka Steam mitt?
Býttu. Já, reynum aftur. Reynum aftur. Já, sorry, ég var Holy brjóst. smá haka, sorry. What the hell? Já, alltaf læg. Og svo nærðu þú að lesa eitthvað úr chatinu? Ég kemst ekki inn í chatið mitt á Twitch. Heyrðu, við erum komnir aftur. Við erum komnir aftur. Svona eins og þegar útsendingin byrjar að lagga á Stöð 2 Sport, sko. Baddi G segir hann er svona kínakall. Já, ekki klippið það. Chat, quit that. Súrda segir að lagga í mínum leik. Já. Það er smá laggi í gangi, sko. Það er náttúrulega þriðjudagur. Það er einmitt málið, það er þriðjudagskvöld og við erum að fá að upplifa hérna æsispennandi leik. Já. Það er Champions League night, sko. Það er engin Champions League í gangi. Doomsday nær að TP burt. En Þunglundimundur er í vesinni. Nei, hann sleppur. Römmin með Bummi er ekki ennþá búinn að taka... Hann er ekki búinn að skilla change. Og það er erfitt fyrir hann að halda einhverjum... Robert er líka mættur, Robert er mættur. Robert er með mikið net worth. En er hann ekki bara dauður, eða? Hvað er hann að gera? Hvað er Robert að gera hér? Þvílíkt klúður hjá honum, Roberti. Eða hvað, þeir eru að ná að snúi þessu. En krókurinn fyrir Robert. En... Hann deyr, Robert er dauður. Pásukonan nær að sleppa. Robert. Icefog er að elta. Hann er reiður út í Doomsday. Hann ætlar að drepa hann. Hann kálar honum. En á meðan er dauði kallinn sem að skríður bara einn. Það er ekki gott að gefa honum mikið pláss. Hann er að fá allt að pláss sem hann vill, sem að er ekki gott fyrir hitli. Veitu, Robert er mættur. Very well, I'm very proud of you, segir Icefog. Er eitthvað kalt hann í þessu hjá hennum? Er hann smá að skjóta? Ég held það, sko, því að hann Icefog, sko, hann er með 3 kill og hann hefur ekki ennþá dáið, sko, hann er að eiga góðan leik. Hann er að eiga góðan leik. Ég held að hann sé... Ego hans er í maxinu, en mun það bitna á honum eða mun það pæra bara hina? Já, nákvæmlega. Við þurfum bara að bíða og sjá. Þess vegna hann mitt. Segir þetta við anstæðinginn að það sé að standa sig vel, en hann meinar það ekki. En veistu, ég elska bara að sjá svona smá karakter í liðunum. Eitthvað sem vantar nú til dags í Dota. Nákvæmlega. Eitthvað sem sár vantar. Já. Núna er aðeins fyrir að hægja á leiknum samt. Það er ekkert búið að gerast í mínútur. Robert hann er að taka smá pláss frá lifestealer, sko. Hann var að krafta Bronny, Scrap of Courageous. Og hann er að fara að koma hérna inn. Hann er að skoða í trjám. Leitaði einhverju bólfélag mögulega, en hann finnur það ekki. Hann vill fara í trén með tásakonunni, held ég, sko. Þar á hann heima. Já, bítu. Moist. 2-3. Robert TPR, hann er OP og getur TPR hvert sem er. En hann notar ulti vitlaust. Hvað er að gerast hérna? Ég er með svo mikið pening á Roberti og hann er að klúðra allt hjá mig, maður. Shit. Hann er að TPR burt, en krókurinn sækir hann kemst ekki burt. Nei! Robert er fallinn. Hvílíkur fucking núbbi. A dongle bus is falling down. Hvað voru þetta? 96-97.000 eurur sem varst með á honum. Tjá. Þetta er gali, sko. 95, 96, 97. Eitthvað hannig. Einn með flest deaths núna. Það er bara hár rétt hjá þér, hann er með flest deaths. Deyja 4 sinnum. Það er ábóta vant, sko. Hvað? Er Doppa að truflan á þessu augnablikki að gelta? Núna er hann bara AFK. Eða er hann bara eiga lélegan dag? Hann er AFK. Hann er brjálaður. Hann er bara búinn að ragequita. Hann er að ragequita. Hann er að berja núna alla skjái, lyklaborð. Hann er bara orðið svartur, hann er svo brjálaður, sko.
svartu með Ok, þetta var hvítum og bláum línum. smá racist. Nei, hann er vaknaður og hann er farin af stað í göngutúr. Hann er búinn að... Nei, það er allir búin að Komið nýja disconnecta. Það er allir búin að ragequitta. Allir, Hvað? nei, 2 í Venus og 2 í heimsku liðinu Þetta er hafa rage quit. ragequittað. Þetta er Þetta er rage quit. Þetta er rage quit, sko. Go segir Drömmi, 3v3 segir Þunglundi Mundur. Konsekvensi fyrstur að koma aftur inn í leikinn. Hann ætlar ekki að vera leibulaður sem rage quitter. Fólki er að tíast aftur inn. Sko, ég ætla að sýna það líka hérna, sko. Fólk getur verið með svona courier sem kemur með dót fyrir, sko. Þessi er rosalegur. Wow. Ég hef ekki séð þennan áður hérna. Þetta er eitthvað svona... Og þetta svona passar ekki saman. Eitthvað kjúklingur, eitthvað kartún kjúklingur með eldflaugar og síðan þetta skrýmslið við hann. Já, hérna er gammal kjúklingur með eldflaugar, sko, til að fljúa, sko, að kjúklingar getur ekki flogið. Og síðan... Þetta er ekki alveg sama þema þegar ég gangi hérna. Nei. Maður sjá, hvar er... Hérna er annar, sko, maður sjá þessi... Þessi heitir Doppa með þess að Moisla er búinn að skýra hann Doppa. Þetta er Doppa... Er hann dauður upp í tré? Hann er búinn að verða fyrir barsmíðum. Hann er með sjóræringa... lúkki. Hvað? Dauður upp í tré? Hann er með einhvers konar þyrlu... úr tréð hérna sem að einhvern veginn virkar. Hann er lagður að staði í eitthvað ferðalag. Ó, hana... Leikurinn er komin á stað. Hásukonan Ég held að ég tala fyrir alla áhörundur þegar ég segja að við viljum sjá Doppu deyja í leiknum. Já. Þeir eru í ruglunum. Svona mega killstreak, æs. Róbert festan í trám, en Róbert er komin undir turn. Hann er að reyna að tipja burt. Mun að ná að tipja núna. Hann er að komast út. Hann komst út. Ó, ég smá eftir á. Já, allt í góðu. Já, maður sjá, skoðum fleiri svona kurriera, maður sjá, hvern átti ég eftir að sjá. Þessi hérna, sko, þetta er fljúgandi myndavél, ég eiginlega hata þennan, sko, þessi er svo ljótur. Já, hann ógeðslegur. Myndavél með auga og einhvern veginn getur hann bara flogið. Hérna, sko, þetta er api, líka á svona tréþyrlu, einhvern veginn. Hann er með Þetta er uppáhaldið hans Róberts, já. Já, þetta er uppáhaldið hans Róberts, sko. Er þetta Doppa? Ha, Doppa? Doppa allt í mætt. Já, Doppa mættur, sko. Þú sér hérna niður, sko, hann heitir Doppa inn í sviga lamin. Það er einmitt... Þetta er það sem við viljum sjá, sko. Þetta er... Ég verða að vera sammála, sko. Þetta er það sem við viljum sjá. Maður sjá, skoðum aðeins kurrierna hjá heimska liðinu. Þessi hérna er með, sko, Baby Roshan. Þetta er svona... Það er fætingur í gangi. Nei, hann er með svona... Já, hann heldur á ballsack, sko, í munnunum. Sko, þetta er stóri Roshan hérna og sér að hann er að labba, sko. Hann er með Aegisinn, fræga, sko. Þú veist alveg um Aegisinn. Já. Þetta er sko stóri Roshan. Veitu, það er risafætingur í gangi. Adam, hann fellur. Hólsteif er líka fallinn. Og Clarity er dygt. Moisla tekur niður. Moisla er fallinn. Hásukonan er að gefa mikinn skada. Moisla er fallinn síðan. Já. Róbert er komin aftur með hand og mætas. Hann er með hand og mætas, hann þarf að búa til gull. Róbert er með 7000 gull en hann er gráður og vill meira. Já, hann er vel gráður, sko. Það er eiginlega ótrúlegt, sko, Ogre Magi, þú manst eftir honum. Hann spáði eiginlega fyrir sko, gambling addiction hjá Róbert og Benna því að Ogre Magi er hitið sem að byggist mest bara á lukku, sko, að vera heppinn. Já, og það, Róbert, við þekkjum Róbert þá getur hann verið að dunda sig við það til 6 í nótt bara. Já, hann bara bettar á búlgarísku utandildina og...
Vittu það er krókur hérna Vektor. Vektor er fallinn. Íslandsdrekinn sjálfur. Og skríðandi maðurinn er ennþá að fá smá pláss. En það er byrjað að aðeins vera að þjarma að honum núna. Radiant's bottom tower is in danger. There is little hope for Dire's middle tower. Hver er að vinna? Bíddu. Það er verið að góa Icefog. Hann er með Shield Rune. Icefog, en hann er fallinn. Icefog var bara gængaður upp á hann að... Já, Tásukonan er í möddunni, Tásukonan er fallinn. Þetta er, þeir fá Icefog, en þetta er ansi dýrkeypt. Þeir falla 3. Þeir hlaupa í burtu, hann er rútið tunglindmötur, hann er dauður, Trummy is on a killing spree! Já, Róbert er AFK. Róbert bara eitthvað stað lengst í burtu. Já, hann er bara AFK. Hann nennir þess ekki, hann vill bara enda leikinn og fara að sofa eða eitthvað. Ég veit að við erum að vera ekki bæjast hérna, en það þarf að fara að reka Róbert úr þessu liði, sko. Já, það er það ekki nefnilega. Já, hann tipja burt, hvert fer hann? Já, hann fer að farma. AFK. Hann er alveg svo í Sif, hann er bara gold merchant, sko. Þetta er svona, þetta er eins og að spila Jungle eða eitthvað, hann er bara gold merchant. Liðið hans er að slást. En á meðan Já, liðið hans er að slást og síðan Róbert bara eitthvað lengst í burtu. Já. Var hann one-shotaður á Rúbek? Ég þarf vel að sjá þetta aftur. Það er sjá. Þorskin er brjálaður. Hann var basically one-shotaður, ok. Wow, fist punch! Já, hann lemur svolítið fast með fisting. Hann er góður að fista, sko. Þú hefur hægt að sjá reynda Vektor á Lion á hann, sko. Af því að Lion getur sko puttað. Það er ultimatið hann, sko, að putta. Þetta veit ekki hvort ég vilja sjá það maður, Róbert, ennþá er einn full merchant hérna. Já, þetta er... Ok, Róbert er mættur með liðinu sínu. Hann ætlar ekki að láta kikka sér. Það er verið að öskra á hann, drullaði til okkar, við erum að berjast. Býttu þeir ná krókinum á... Þvílíkt krónu hjá Mosley, en hann er dauður á Tusk. Þeir eru samt tveir alveg að falla klardiadikt. Róbert horfir á... Hann lifir þetta af. Róbert horfir bara á... Róbert auðvitað tipjar hann burt. Hann er farin í gullif. Gæi er rosalegur gull merchant. Worth, segir Icefog. Klárlega. Já, þetta var Worth. Breyta Icefog fyrir Doomstave. Býttu, það er slagur topp. Hudson, hann er að halda svo lífi. Róbert er að fýta. Þessi gæi getur ekki hægt að grífa í 1 sekúndu. Og þetta er report. Report-tim, maður. Já, ég get gert það. Hvað ég sjá? Nei, ég get ekki gert það. Þetta er inappropriate behavior hjá Roberti. Býttu. Report profile. Reason. Býttu, það er fight í gangi. Úlfið hittir ekki. Hann fellur á Rúbertum yfir. Klakabolti. Icefog got a double kill. Icefog er að halda á þessu liði og Trummy. Icefog er að reyna að fá triple kill, sko. Hann er brjálagur, hann fær það. Hann one-shotar eigin. Þetta var ískall á móti ískall. Tók hann í dimman skó. Fist punchaði hann upp úr skónum. Fistaði hann upp úr skónum. Á meðan er Robert að fá gull. Veitu, er Robert að fara að grífa hérna? Og húkað hann eitthvað? Hann hefði getað gripið Robert. Minn góður. Robert er heppinn hann að krókurinn missir á hann. Já, hann er mjög heppinn.
Því miður fekk lifestealerinn á endanum ekki nógu mikið pláss. Býtu krókurinn Róbert rétt svo kemst út. Mjög tæpur. Róbert heppinn hanna. Hann mjög heppinn, hann var næstu í rekinn þarna. Og auðvitað fyrir hann aftur. Hann að tepja í gullið. Hann fer í gullið. Á meðan liðið hans að slást. Hann fer í gullið. Býtu, hann að halda sér á lífi. Hann að drepa Icefog. Þeir að snúast eitthvað við hérna. Náður Trummy, krókurinn. Oh! Þeir ná Trummy líka. Trummy og Icefog dauðir. Þetta ekki gott fyrir Venus. Og Vector fellur líka Moisla. Moisla gæti verið fallin. Róbert tippja núna inn. Róbert tippjar alltof seint inn. En byrju, hann að reyna að tippja út. Hann kemst út rétt svo. Kemur út rétt svo. Sleppur með skrokkinn. Og tippar Doomsday. Og fær tipp tilbaka. Þetta enda ekki vel hjá Venus þannig Það hörð bara þetta target down, segir hann. Hann heldur þetta sé Black Hawk down. Target down. Herru, þetta ekki nógu gott sko. Kurjörnir hjá Venus voru allir mjög fjölbreyttir sko. Hérna eru tveir með bara einhverja tvo lavanda hérna. Já. Og þetta trausti hérna að bánsa á honum sko. Sér þetta nógu vel eða? Algjör danki sko. Og trausti að bánsa. Já. Hvað þetta? Hvað skemmt þetta? Já, ég veit ekki. Greið... Borgaði einhver fyrir þessa skemmt? Já, mögulega sko. Þetta kurjörinn hjá Doomsday sko. Ég veit svolítið ekki hvort hann hafi borgað fyrir það. Maður fær líka fría hluti í Dota sko. Já, altså, ég á eftir að skoða hérna, þennan á eftir að sjá. Ok, þetta einhver... Hvaða óargadýr þetta? Grænn dreki. Nei, þetta dódófugl. Hann með tungun út. Þetta bókstaflega að doppa. Hvað heldur sé bara... Dreki heldur að lífið sé bara sunshine and rainbows. Já, bókstaflega. Hann með fjólubláa tungu stingandi út hérna. Hann grænn á litinn með rauð horn. Lífið ekkert svona gott, little bro. Hvað þetta brosa þér? Manstu í íspilnum þegar Benni ropaði þarna einu sinni. Þetta það sem ég sá, sko. Ég sé bara grænt, sko. Kemur grænt úr honum, líkt of ropið hans spenna. Já, heyrðu. Þetta lítur ekki frábælega út fyrir allt of heimska e-sport. Batti G spyr Hrannar hver uppáhalds Civ lítriðinn? Maður sjá. Það fer náttúrulega eftir á hverju maður byggir það, sko. Hammurabi náttúrulega mest OP, sko. Ég held að Kleopatra sé samt úrlega mest sexy, sko. Byttu, það krókur. Dongul að fýta. Hann í möttinu. Hann samt ennþá lifandi eins og hann sleppur með skrokkinn. Moisla fellur samt. Tásukonan að búa til ískristalla og drepur Icefog. Þeir að þróa hérna. Þeir að þróa þessum leik. Þeir þurfa að tepja burt. Það komin... Vá, það Divine Rapier á Trummy in my bummy. Hann gerir svaka skada. Consequence með pípu, Pipe of Insight. Hann reykir þessa pípu og fær Insight. Hittu Róbert krókaður! Hann að fýta! Reyktu pípuna! Æ, hann að tipja út, ok. Hann notaði óvart báða spellana, sko, á Pudge. Hann átti að geima einn. Panikaði smá. Já, þetta var smá panik, sko. Maður missir sér stundum í æsingnum, sko. Það fer ekkert fram hjá neinum. Trummy með risastórt bounty. Já, Trummy fullt af bounties hérna. 6 bounties. Lifestealerinn hann alveg að detta í gang, sko. Hann level 18. Það er
bara mjög virðingavert með að þessi leikur var mjög erfiður. Tásugjalan er dáin. Jarði Dedikt ægir ekki TP út, hann býr til snjóbolta og stoppar hann. En krókurinn mögulega bjargar honum. Nei, hann fellur samt. Nei. Eða hvað? Hann er hann á lífi eins og Rísa snjóbolti. Frammiðin með Bummy. Er að taka damage en ég held að hann drepi bara þunglundamund. Hann gerur það. Trummy er ennþá að sanna sig sem... Á meðan er Róbert að rottast, hann er að rottast í kringlunni. Já, þetta er... En hann TP-ar út. Trummy og Icefog eru að gjörsamlega halda á Róberti. Já, það verður að segjast sko, eins og er. Klukkan 3 sko. Heyrðu, hvernig meika þetta sens? Að Tusk, hann er alltaf fyrst allamast, hann er bara kýlalla. En hann er með lásabóga sem að gefa honum meira damage einhvern veginn. Hann fær meira damage fyrir að lemja með einhverjum lásabóga. Það er ekki lore accurate. Nei, það er það sem ég er að segja, sko. En það er ekki allt eins og sýnist í þessum leik. Lalli Pepsi í chatinu að spyrja hvar er Coxsequence? Coxsequence. Hann er lengst í burtu, Hann er í ekki taka þátt í bardaganum. Hann er í trjánum, á rastinu. Hann er í trjánum, Rúbert líkt fellur. og þegar hann er í trjánum hliðin á Icefog leikskólum. er fallinn. Það er Icefog bæbakar fallinn. Rúbik. Æ, læstileginn fór óvart fyrir krókinn. Róbert er að reyna að taka niður Basera en hann er farinn aftur í trén. Lalli Pepsi spyr hvort að Róbert sé þveginn og ég verði eiginlega að vera sammála honum. Ég verði að vera sammála. Ég meina Ég veit að við erum að vera unbiased hérna þegar við erum að lýsa leik, en þetta er bara hræðilegt. Þetta er bara hræðilegt. Já, veitir þess að það strákar ég verði að vera sammála ykkur. Gæinn er með 5 deaths, hann er þveginn. Súrdog spyr hvenær er dagsetningin á úrslitaleiknum? Úrslitin eru 10. maí 2025, það er laugardagur. Haldin í Arena Gaming. Setjið það í kalendarið, góða fólk. Já, á Smáratorgi, ég held að sé 3, Smáratorg 3. Flott, segir Icefog. Krókurinn hittir ekki Consequence. Var næstu því í Bobba. Trummy með Bummy, Trummy með Bummy. Þeir eru að reyna að flýja hérna allt á heimskum, komast burt. Ok, komast burt. Róbert er farinn, aftur í trén. Consequence, hann er að fýta, hann er dauður. Þessi gæi er ekkert eðlilega veginn. Þetta... Ég mæli með að allir fari í Dota hjá sér og reporti þennan gæja. Já, byrju, ég ætla að gera það áðan, maður sjá. Hvernig hefur hann á svona langt? Report mini-profile. This guy is a nonce. Það gera þetta, eða ekki, góð ástæða. Já. Herru, er Lalli Pepsi ennþá hérna, eða er langt síðan hann sendi síðast í chatið? Hann sagði, hvað er hann að ráfa einhverjum trjám? Shake my head. Já, sammála. Og Súrdog er líka mjög glaður að þetta er afmælishelgin hans, Nú, ok. Hvenær á Arnar afmæli, Súrda, hvenær áttu afmæli? Herru, hvað finnst þér um þetta skinn á Pudge? Þetta er svona, er þetta ekki svona Mexikost einhvern veginn? Hann er með svona sombrero hatt, sko. Já. Sombrero náttúrulega því bara hattur, en hann er með sombrero, hann er með einhverja gimsteina.
Hvað Já, kostaði já. þetta mikið? 5.000? Þetta er 80-90 milljónir. Nei, ég veit ekki hvað það kostar. Ekki alveg viss. Stendur hérna reyndar að hann hafi fengið þetta sem gjöf, sko. Frá einhverjum, frá vini. Djúpir vasar hjá Bjögga. Súrdag segir 13 og öllum boðið á Rína. Lalli Pepsi skýtur tilbaka í chatinu með gamli, þá er helgin eftir afmælishelgin þín. Og Súrdag segir þér er ekki boðið. Það KO. er smá hiti Það er hiti í chatinu, hiti í líkt og það er stúkunni. hitin á vellinum. Hiti í stúkunni, sko. Það er Krókurinn, hiti í stúkunni. þeir ná Moisla, Moisla er fallinn. En það er svaka skaði hérna á Rúbik, Rúbik er fallinn. Konsekvensi mættur til að fýta. Nei, hann er að drepa. Nei, hann er að fýta. Hann fær snjókúlu í sig. Hann hoppar. Robert er að grífa mjög mikið, gefur Lifestealer séns til að lifa af hérna. Trömmi er á triple kill, hann er dominating. Krókurinn á Robert. Robert er að grífa. Kemst hann út, ekki sem er hann komist út, hann kemst í alvörni út. Svo heppinn, hann er svo heppinn. Þessi gæi er svo heppinn. Og meðan fellur Pudge. Mér sýnist ekki mikið eftir að þessum leik. Lifestealerinn hefði þurft aðeins meiri tíma. Við erum að fá hérna góða spurningu frá chatinu. Já. Hvort myndið þið frekar aldrei spila Dota 2 aftur eða fá nálgunarbrann á alla leikskóla? Nálgunabann á alla leikskóla, takk fyrir. EA komið með, já, hann er fallinn. Þetta á fljótsvarað og við förum aftur beintir í slaginn þar sem að Doomstave, Abapen er tekið niður af Icefog. Og hann segir Icefog. Það er þetta. Kallinn hans Doomstave getur sagt Icefog. Og hann er að spila móti Icefog. Þetta er frábært. Frábær bandir hérna í leiknum. Þó að sé verið að slátra honum þá getur hann fundið tímann til þess að grínast. Smá high-five, finna... Pásukonan, hún er fallinn. Hver er að vinna? Venus er að vinna þrátt, þeir eru að halda hérna á Roberti sem hefur ekki gert neitt allan leikinn. Sem að rölda í trjánum. Icefog er rugglaður. Robert er bara eins og... Nei, kemur. Robert er bara hérna eins og Arda Guler, sko, hann... Hann sleppur frá króknum. Svakalegt krónosfýr frá Moislunni. Stöðvar tíman hérna. Moisla sleppur. Nei, hann fellur. Hvað, það er einhver lofstinn að gáma, það er eldur allstaðar, Það er eldur og ís á jörðinni. Robert er fallinn. Pásukonan gerir svaka skaða með klökunum sínum. Fresh Prince tekur niður Consequence. Fresh Prince er ekkert eðlilega fresh. Hvaða nörda séðan play segir Robert. Hann er fumigated, hann er bókstaflega fumigated. Og kallar aðra nörd þegar hann er með 7000 klukkutíma í Dota. Randver Pálmi segir Robert er fallinn, er falleg setning. Ég er sammála ránum Randver. Loksins, standa upp og gefa hann smá klapp hérna. Já, Randi Loksins ykkur nóg hugur til að segja það. Hann Randi er legend in the game, sko. Loksins ykkur nóg hugur til að segja þetta. En sjáðu hérna. Þessi eldkall, sko. Ember Spirit, sko. Hann er með 2 svona lásaboga, en hann heldur á 2 sverðum, sko. Hvernig meikar það sens? Ég er að taka eftir að þetta er ekki mjög lore accurate Dota-leikur. Þetta er það ekki, sko. Dota 1 var miklu meira lore accurate, sko. Já, þeir eru ekki að virða lorið í Dota hérna. Af hverju lane swappuðu AHI? Já, ég held að ástæðan fyrir því var að þeir vildu prófa eitthvað nýtt. Þeir vildu setja, þetta er eins og þegar Messi fór af því að vera alltaf í hólunni yfir á hægri kant eða þegar Ronaldo fór af vinstri kant í striker. Skiljanlega.
Nei, ég veit ekki alveg okkur auðvitað sopið. Það er bara eitthvað, vildu prófa eitthvað nýtt. Þeir eru báðir góðir spilarar á mid og offlane. Aftur kallar Doomsday Icefog. Hvað segirðu? Hvort myndið þið frekar aldrei spila Dota 2 aftur eða Merc 7 Consequence alla föstudag klukkan 11? Ég myndi halda áfram með Merc 7 Consequence alla föstudag klukkan 11. Það er bara fljótt svarað hjá Rannari þegar það kemur að því spilunartíma hjá Dota. Það er ískúla að koma út, ískúlan fer í snjókallinn. En svakaleg Chrono, hann stöðvar tíman. Consequence er í trjánum að lemja. Best geimdur í trjánum, hann er komin með Linkensphere. Consequence fær hérna Lucky Kill. Lucky Noob. Hans er Lucky Noob, sko. Vakalegt æspall Trömmi heldur áfram að sýna sig. Já, Trömmi er að sýna sig með 2 lásaboga. Ronaldo fór í striker af því hann var washed eins og Consequence og gat ekki hlupið lengur. Hver sagði þetta? Randver Pálmi sagði þetta. Randver, þetta er ekki í lagi, sko. Þessi skoðan er náttúrulega ekki í lagi. Já, ok, Lalli Pepsi sagði að Randver er... Já. Ég vill ekki ljúga upp að hann er... Randver er yndislegur maður, hann myndi aldrei segja neitt svona kontroversial. Icefog, hann er látin. Moisla drepur hann. Robert tippar Icefog. Og hvar er Robert? Robert! Hásukonan hoppar á hann. Robert er að fýta, hann gæti fallið hérna. Krókurinn hittir ekki. Þeir eru að reyna að bjarga beysinu, en beysið er að falla. Mér sýnist Venus bara að grípa þennan leik 2-0. Já, hvað þeir eru að halda? Trömmi is on a monster killstreak. Hvar væri Venus án hans í þessum leik? Ég segi það, kaftirnin sjálfur. Hann svo sannarlega sannaði af hverju hann á skilið þennan samning sem hann er á. Já. Margir yfirst að mikill peningur var í húfa hennar þegar hann skrifaði undir en hann hefur sýnt sér time and time again af hverju hann á það skilið. Já. Og bara af hverju ekki. Hann veit hvað hann getur, hann veit hvað hann getur gefið liðinu. Hann heldur sífellt á Roberti. Robert, hann er að labba aftur í trén. Hann elskar þessi tré. Veitu, það er eitthvað slagur í gangi. Moisla er að deyja. Moisla, hann er dauður. En Robert er að reyna að klára leikinn. Nei, hann er ekki að klára leikinn. Hann er bara að grífa. Eða hvað? Trömmi bjargarnum. Nei! Hann var að teleporta. Robert er fallinn, hann náði ekki að tepja heim. Robert rage bæbakkar aftur inn í leikinn. Hann er að koma tilbaka. Hann er brjálaður. Var hann búinn að deyja þá oft, hann þurfti að kaupa sig inn núna? Já, hann dó sko og keypti sig aftur inn. Þú getur gert það einu sinni á tímina fresti í Dota en það kostar mjög mikið gull sko. Veitu, Robert er að lemja. Var Robert að eyða gull í því? Hann er að deyja eftir strax sko. Já, hann er að fara að deyja eftir strax sko. Trömmi is beyond godlike. Venus tekur þennan leik 2-0 og allir kalla GG well played. GG well played. Það er viðtal. Af hverju Consequence að segja GG? Þetta er það besta sem ég hef séð. Meira svona sko. Meira svona. Ég vil fá einhvern einasta stream sko. Já, ég vil taka Veit ekki hvort þú vilt hafa mig, ég veit ekki hvort ég vil hlára á þig aftur sko, þetta var ekki nógu vel gert hjá þér. Mest deaths og... Það var ábóta vönd framistæða. Sjá Trömmi og Icefog og síðan Consequence. Hvað gerði þið, Robert? Sko, Consequence dó jafn oft og Icefog og Trömmi til samans. Meira strákar, meira. Hvernig ætlaðu þú að fara að spila Dota, Lalli?
Við veist í hvað, ég veit ekki hvort að, ég veit ekki að þér líði illa, sko. Meira! Stela svæðina frá þér eitthvað. Meira! Eða hvað er Sif, eða? Já, er ekki Sif eða? Ef að transition á streaminu bara yfir í Sif. Já, sýndir leikir það sem þú varst Indonesia. Já, flott. Það var veikt, sko. Herri, já, Venus tekur hann að leik 2-0 og ég ætla bara að ljúka streaminu og þakka fyrir áhugið. Venus fer þá í upper. Já. Þakk sé Trummy og Icefog. Lárus, rétt hjá þér. Það er hár rétt hjá þér. Robert kemst líka í upper, þakk sé þeim. Hann náði ekki Robert skilja. nær að mjakast yfir í upper. Mjakast yfir í upper. Meira! Herri, Sölvi er endur að Meira. byrja Sif stream, sko. Eigum við bara transitiona streaminu yfir í Sif streami eða? Alnætt er Sif. Bergur reyndar farin að sofa, sko. Það eru, Já, flott. já, Flott. Já, Konsi er í Venus. Doppa Uss, segir Álfur Keisla, vel gert. Takk fyrir að segja það. Loksins Já. ykkur nóg og bara hugur eitthvað til að segja það. já, ég er sammála, sko. Já. Það er gott stream, sko. Herru, þakka- Ég get ekki beðið eftir að horfa á þetta. Þakka ykkur fyrir áhorfið, kæru áhorfendur og þakka þér Lárus fyrir að vera með mér hérna í leik 2 og blessu og góða nótt. Góða nótt, kæru áhorfendur.